og talandi nýja tónlistamenn, þá ég nú með einn á línunni hjá mér sem heitir Guðmundur Herbertsson. Sæll blessaður. Já, takk fyrir að bjóða mér viðtal. Já, það lítið. Ég bara rakst á lagið þitt og hugsaði með mér, ég að fá að heyra í þér. Já, nákvæmlega. Maður að heyra í ungum og upprennandi tónlistafólki. Algjörlega. Þannig það. En þú átt nú ekki langt að sækja svona þínar tónlistarætur, ef við getum sagt svo. Nei, alls ekki. Það ekki langt að sækja. Pabbi er Herbert Guðmundsson. Já. Og þannig að ég hef eflust fengið að erfa einhverjar snilligáðu. Já. Man elst upp því það að vera í kringum tónlistamann sem að lifir við að vera tónlistamæður. Já, það er mikið. Maður náttúrulega samt sjálfur, byrjaði auðvitað að fika sig áfram í að finna sína svona áhrifavalda og finna sína tónlist. Ég hlustaði mikið á Doors og Led Zeppelin og eitthvað svona, bara á úlingsárunum. Já, og haldið við þetta gamla góða. Ég skil þetta vel, sko. Já. En þú í rauninni kýst að koma ekki sem sagt fram undir þínu eigin nafni, heldur Wildfire. Já. Hvaðan kemur það og hver ástæðan fyrir því? Ástæðan er bara svo að vera með svona hljómsveitarnafn hefur alltaf heillað mig. Mér langaði alltaf að vera í hljómsveit og þetta náttúrulega sólaverkefni á mínu vegum. En að vera með hljómsveitarnafn svona heillaði mig rosa vel. Það svona stækkar nafnið og stækkar, þetta verður svona stærri heild allan að fyrir mér, sko, eitthvað, Wildfire nafni líka er rosa sterkt, sko, eitthvað sem að erfitt að ráða við og þetta stækkar bara fyrir fram að þið, sko. Já, það mikið rétt. Þannig að það bara pælingir, sko. Ok, en þú verður eitthvað lært í tónlist eða ertu bara alveg sjálflærður í þessu? Já, það má segja því svona aðalega sjálflærður. Ég lærði aðeins á trommur hjá Gulla Brím. Tók ykkur 2 námskeið honum, hann er trommarinn í Messoforti. Já. Lærði honum, tók ykkur 2 námskeið, það var ógeðslega gaman, sko, og síðan langaði mér alltaf bara að læra gítar, en ég var bara sjálfur heima alltaf að læra allt saman, þannig að ég er svona allt múlít, mann, ég kann á fullt af hljóðfærum og syng náttúrulega, og síðan ég að prómóta sjálfa mig og gera allt sjálfur líka, þannig að þetta er alveg strembið, sko. Já, en samt gaman og ég tala ekki þegar að, eins og þú segir, Wildfire, þetta er sterkt og mikið nafn og þú hefur eldmáðin til að klára þetta sjálfur. Já, nákvæmlega. Þetta er ógeðslega gaman, sko. Það er allt vinna, skilur við, ef maður vill ná árangri í einhverju saman hvað þá þarf maður alltaf að leggja hart að sér, og það snýst líka allt sem ég ger í dag snýst tónlistina, þótt ég sé að mæti vinnuna á mótnana, að þá ég þar að maður þarf að eiga peningin til þess að lifa svo ég geti verið að skapa tónlist, þetta tengist allt saman, sko. Jú. En þú semur alveg sjálfur, það ekki? Jú. Ég sem allt sjálfur, sem annarkort bara ég er með tölvu sem að ég tengi bara forrit við sem heitir Ableton Live, fullt af ungum tónlistamönnum sem að geta byrjað að læra að semja tónlist á þetta forrit. En síðan sem ég líka á gítarni, ég er að verða betri í því. Ég samdi til dæmis þetta lag sem að þú ætlar að spila í útvarpinu núna, ég samdi það á kassagítar. Ok, er langt síðan þú byrjar að semja? Ég held að vera svona, ég er 25 núna, þetta var svona 2009 eða 2008 sem ég byrjaði að semja, sko, semja text á þess. Ok. En annars ég búin að vera náttúrulega í tónlist síðan ég var svona 14 ára eða eitthvað. Ok. Hvað sérðu fyrir þér svona í framtíðinu með tónlistina? Stórstu spurt. Sko, þetta er náttúrulega mjög stórt, sko, en auðvitað held ég draumur allra íslenskra tónlistamanna að lifa á tónlistinu, sko. Já. Ef ekki bara setja hvað segja, takmarkið þangað. Takmarkið verður að ná því. Það sér eitthvað fyrir þér að reyna eitthvað út fyrir landsteinana? Ég ekki bara leyfa að gera ef það gerist. Ef það gerist. Já, nákvæmlega. Ég er, þú veist, ef það er tónlist og það tengist tónlist, þá er ég opinn fyrir öllu, sko.
Já, nákvæmlega. Ég ger allt nema að koma fram nakin. Jú, ætla þessi ekki fáar sem að taki það áskorun. Ef ekki að hafa það þannig. Jú, ég held það, sko. Já, en Guðmundur, gaman að heyra í þér og við náttúrulega bara hvetjum áfram til að halda áfram að semja tónlist. Við ætlum að fá að heyra lagið þitt, Up to the Stars. Já, takk kærlega fyrir það. Takk sömuleiðis. Gangið vel. Já, takk sömuleiðis. Já, bless.